Íslandsbanki, hvað hefur að... Mér finnst þetta að vera svolítið athyglisvert eins og með Íslandsbanka og það er að... Heiðar vill verða stjórnarformaður. Já, við fórum aðeins yfir til síðasta þætti að það sé sem sagt Lindas Jónsdóttir sem hefur verið þarna stjórnarformaður, hún er að fara til Alvotech reyndar og fjármálastjóri var hjá Marilu þetta, þannig að þetta eru 2 stærstu fyrirtækin í Kauphöllinni þar sem hún hefur komið sögu. Bara veka athygli á því að nú allavega áður þegar ég fór að heiman í morgun þá var gengi í Íslandsbanka 140 og tæplega 145 og er enn að hækka og þá erum við erum að tala um það hvort að þarna sé eitthvað klíka kapall á bakvið tjöldin sem felst í því að það sé verið að skipti hluti þegar að menn slá þessu saman. Nú, við erum að tala um sameiningu Íslandsbanka og Skaga og meðan hefur Skagi sem tók aðeins kipp svona í byrjun hann er komin aðeins niður aftur og meðan Íslandsbanki fer algjörlega upp. Ég bara tók þetta saman réttir í þáttinn að það er þannig að sko markarsvirði Íslandsbanka í morgun var 258 miljardar á meðan að Skaginn var 38 miljardar, þannig að skipti hlutvöldin eins og þeir líta út núna eru 87 sem að hlutafur Íslandsbanka myndi fá á móti 13 sem að Skaginn myndi fá og ég tók líka aðeins fór yfir að hverjir væri helstu hlutafar eða fjárfestar í Skaga og þar það Sjávarsýn sem er félag Bjarna Ármannssonar tæp 10%, 10,8 81 og svo kemur lífeyrissjóður starfsmanna með 8,67 en takir menn eftir því að Skel sem aftur kemur að dröngum að þeir eiga líka í Íslandsbanka og í Skaga og þeir eru þar með rúmlega 8% en þetta er svolítið svona spennandi Það talaði að Andri Sveinsson sé að aðstoða Heiðar við að ná þessu stjórnarformannssæti og við nefnduðum daginn að Ársæll Valfells væri í hóp með honum í þessu þegar að veri mjög nánir í fjárfestingum og það eru þarna hópar á bakvið Heiðar auðvitað sko veltur þetta svo mikið á því hvernig lífeyrissjóðirnir akta í kringum þetta þeir eru náttúrulega langstæðstu hluthafarnir í báðum félögum sko. og sérstaklega í Íslandsbanka